leggur áherslu á að bæjarstjórnir Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsvoga móti stefnu í uppbyggingu búsetuúrræða fyrir eldri borgara hið fyrsta. Nú náttúrulega komum við hér í þessari bæjarstjórn ekki að því máli, en það er svona rétt að beina því til þeirra sem að munu taka kaleikinn að vinna þessu, og kannski gæti þetta orðið það að ég þyrfti á þessu húsnæði að halda. Ég er að komast á þennan aldur, þannig að hver veit. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu. Takk. Já, takk fyrir þetta, Jón Geir. Björn, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Það er best að ég byrji bara á máli 1.1 líka. Ég tek alveg undir með Jón Geiri, og það var svona einhugur það í bæjarráði að þetta væri alveg kjörið að ráða einn einstaklinga með skerta starfsgetu, og kannski ekki síst þar sem að ríki kemur nú svona að því líka, hvað var að launakostnað svona fyrstu sinn, og vonandi bara getur lukkast þetta vel, og viðkomandi verði sem bara góður starfsmaður í framtíðinni, og að gera nýta þetta úrræði víðar. Allir sammála um það. Mér langar nú líka aðeins að minnast á 1.3 sem að Jón Geir kom nú hérna inn á líka. En það er gaman að sjá áhuga Arnarvirkis á þessu verkefni. Ég get nú líka bent á að D-listinn hefur verið því fylgjandi og talað fyrir því án þess að bóka að fari sér í deiluskipulag á þessu hverfi. Og það löngu áður en D-listinn komið sína vilja yfirlýsingu. Hitt er annað mál að ég geri mér ekki grein fyrir því hvort þetta sé hagstæður samningur sem þarna er verið að bjóða upp á, og þess vegna ég sáttu við að málun skuli vísa til nýrra skipulagsnefndar til umfjöllunar og afgreiðslu. Og svo ég minnist nú aðeins á mál 4 og 5, 4 Hafnargata 1 og 5 með fyrirspurn varðandi kaupa húsnæði. Ég hefði gjarna viljað klára þessi mál bara núna fyrir þennan fund eða í síðasta bæjarráð og verið til afgreiðslu núna, en það var svona ekki kannski vilji til þess, og ákveðið var að fresta þessu til næsta funda bæjarráð sem að verður þá nýkjörið væntanlega, og ég unni náttúrulega bara við það. Takk fyrir. Takk fyrir það, Björn. Áshildur, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég ætla aðeins að bregðast við umræðinu um 1.3. Það vil nú svo skemmtilega til að þessi íbúðarreitur nú á gildandi aðalskipulagi, og var rætt um þetta í skipulagsvinnunni í breytingu á aðalskipulagi. Það er engin einn listi sem að getur eitthvað eigna sér að eiga þá hugmynd að þarna verði einbýlishúsabyggð, því það hefur bara alltaf verið það sem að stóð til að hún yrði í takt við byggðina sem er í Dalahverfi. Og ég tek undir með byrni, ég veit ekki alveg hvort að þessi samningur er hagstæður eða ekki sem að þarna var til umfyllunar, en það skiptir svo sem ekki á öllu máli. Mikilvægast er að skipulagsvaldið, það er hjá sveitarfélaginu, og það er eðlilegt að sveitarfélagið skoði það hverjum er best að fela deiliskipulag eftir þeim hugmyndum sem að sveitarfélagi hefur nýtingu svæðisins. Við höfum nú bara búið ágætlega hér í Vogum með mjög góða skipulagsráðgjafa, og þannig að mér er nú bara eðlilegt að anda rólega í því máli og skoða vandlega, og það auðvitað eins og bent hefur á er verkefni næstu nefndar, en það er svona bara eðlilegt að það komi skýrt fram að það er, held ég, enginn sem er hér getur eigna sér einn þessa hugmynd. Ég held að stundum sé bara gott að deila góðum hugmyndum alveg sama hvaðan þær koma. Takk fyrir. Takk fyrir það, Áshildur. Inga Rut, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti og virðulegu bæjarfulltrúar, gestir. Mig langar líka að taka undir þetta með fólk með skerta starfsgetu, en mér langar líka að ganga svo langt að segja ég hef líka verið með þann draum í maganum lengi að fólk geti einhvern tíma verið 50% öryrkjar
og unnið eins og hálfan daginn. Af því að ég veit það sjálf, ég var öryrki í 10 ár, að það er ekkert endilega auðvelt að komast aftur á vinnumarkað og þú ert orðinn svolítið úreltur þegar þú dettur út úr vegna veikinda. Þannig ég hefði viljað sjá eitthvað svoleiðis gerast í þessum máli líka. Ég er svona að nýta mér að því að þetta er nú síðasti bæjarstjórnarfundur sem ég er hér núna. Mig langar að koma þessu á framfæri. Þannig að það hefði verið kannski hægt að nýta 2 persónur í 1 stöðugildi eða svo. Svo langar mig líka að nefna 1.10 þar sem er öldungaráð þar sem ég hef setið fyrir hönd bæjarins. Og það eru dagdvalarrýmin sem að ég hvet okkur til að halda vel utanum, sem við deilum með Suðurnesjabæ, 8 rými. Og líka það að huga að framtíð, við erum ekki að tala um þarna kannski endilega Álfagerði, það er náttúrulega svona íbúakjarni, það sem er eldra fólk. En við erum í rauninni að hugsa öldungaráðið er að hugsa að sveitarfélögin horfi svolítið til framtíðar, hvernig ætlum við að hafa þetta? Ætlum við einhver tíman þegar við erum að 2-falda eða 3-falda byggðinni hérna, ætlum við einhver staðar að hafa gamalt fólk og ætlum við einhver tíman líka að hafa kirkju inn í þessu sveitarfélagi sem dæmi. Þetta eru bara svona hugmyndir sem það eru gamlar og góðar. Mér finnst að mig ekki glemma því. Takk. Já, takk fyrir það, Inga. Nú orðið er enn laust. Engi sér takk til máls, þá ætla ég að leggja þessa fundargerð fram til samþykktar. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð það skefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það annað mál á dagskrá sem er ráðningarheimildir sveitarfélagsins 2022. Áður en að ég gef orðið laust, þá ætla ég að gefa orðið hérna til Ásgeirs bæjarstjóra. Ásgeir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Rétt til að gera grein fyrir þessu erindi í ljósi þess að nú er kjörtímabilið á enda og bæjaráð kemur ekki aftur sama fyrir en eftir kosningar, að þá er þetta erindi lagt fram hér, hefði ella verið lagt fram í bæjaráði. Það sem að skýri tilur þessa erindis er það að það var á síðast árið þegar við réðumst hér í miklar eigum við að segja svona hagræðingar eða svona eftirfylgni aðgerðir með rekstrinum, að þá var öllum forstöðumönnum uppálagt það að allar breytingar á starfsmannaheldi þyrfti að sækjum sérstaklega til bæjarráðs og þess vegna er þetta erindi skrifað. Það kemur hins vegar á daginn núna þegar við förum ofan í málið og ég vil upplýsa bæjarstjórnina það að annars vegar er hér að ræða stöðugildi sem að óskaðir eftir heimildum að fara á 0,75 upp í heilt stöðugildi og hins vegar úr rúmlega 0,8% stöðugildi eða 0,8 stöðugildi upp í 1%. Hvorutveggja er þetta stöðugildi leikskólakennara, fagmentara, annars vegar deildarstjóra og hins vegar kennara. Á daginn hefur komið að þessar heimildir voru áður til staðar en vegna aðstæðna hjá þeim einstaklingum sem sinntu báðum þessum störfum að þá fóru þeir niður í þessi hlutföll, þannig að tæknilega séð er svona ráðningar. Forseti, já, bara kannski aðeins að vekja athygli á þessum takmörkum sem við settum á, sem voru svo sannarlega nauðsynlega á sínum tíma þegar við vorum hér í meðum heimsfaraldri og miklu aðhaldi í rekstri að setja forstöðumönnum miklar skorður hvernig mannaráðningum væri háttað og það var alveg eðlilegt. En þetta er kannski meira ekki beint þessar 2 ráðningar, heldur kannski meira áskorun svo til þeirra sem að taka við hér í nýri bæjarstjórna. Nú erum við komin fyrir vind í þessu ástandi og vonandi að veiran herji ekki mikið á okkur meir og það kannski bara eðlilegt að afnema þessi þröngu skilyrði og að því að þetta setur fjárhagsáætlun hverrar stofnunar það skýran ramma að heimildir til ráðningar ná auðvitað ekki út fyrir það sem að þá fjárhagsáætlun sem stofnunin starfar eftir, en ég held að gæti orðið svona leipurt fyrir forstöðumenn að geta þá kannski verið fljótari. Það er væntanlega samkeppni þetta vinnuafl eins og annað vinnuafl, þannig að og kannski bara
þetta var gott á sínum tíma eins og ég segi en kannski bara orðið óþarft núna, þannig að þetta er bara svona góðlátleg ábending. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Ásvaldur. Ekki fleiri sem vilja taka til máls. Þá legg ég þessa bara heimild fram til samþykkta og þess að samþykja hana við það skeiðmerki og hún er samþykkt samhljóða. Og þriðja mál á dagskrá er ársreikningur Sveitarfélagsins 2021. Með fundaboði fylgir loka eintak ársreiknings, sundurliðun ársreiknings, staðfestingarbréf, stjórnenda og endurskoðendaskýrsla. Fyrir umræða fór fram í bæjarstjórn á 192. fundi sem haldinn var þann 22. apríl 2022. Nú ég ætla bara að gefa orðið laust og Jón Geir og svo Björn og bara gera svo viljungir. Forseti, ágæta bæjarstjórn. Ég held að ég hafi nú rætt aldrei mikið þessi mál hérna á fyrri fundi þegar við fórum yfir þetta og þetta er nú ekki meira en svona einhverja smávegis leiðréttingar í þessu frá þeim fundi. En auðvitað er þetta, svo ég endurtaki það, frekar döpur niðurstaða. Það sagði ég líka síðast með þennan hallarekstur sem að hér er og þetta háa hlutfall launa af tekjum. Launa af hlutfall af tekjum sem er 62% samkvæmt þessum reikningi. Nú þetta náttúrulega, það kemur náttúrulega ljós hérna að tekjurnar jukust 17%, útgjöldin 13%, samt jókst hallinn og það er náttúrulega vegna gjaldfærslu sem að rætt var hér á síðasta bæjarstjórnarfundi vegna ljósleiðara sem að var gjaldfærður en hafði áður fyrir eignfærður. Ekki meir það að sinni. En svo er náttúrulega næsta áhyggjuefni sem að maður sér alltaf í þessu og það er náttúrulega það að rekstrarniðurstaða hérna eða fyrir afskriftir er náttúrulega neikvæð og sem að þýðir í raun og veru það að það er náttúrulega ekkert í raun og veru til fjárfestinga eða slíkt nema að taka lán sem er náttúrulega líka döpur niðurstaða. Það má kannski segja að auðvitað með auknum lántökum sem að verða að eiga sér stað því að ekki getum við stoppað framkvæmdir miðað við það sem að liggur fyrir hér. Né heldur að við stoppa rekstur sveitarfélagsins. Við sjáum það náttúrulega þarna að áramótin þá var handbært fé ekki nema 5,6 milljónir. Það duga nú skammt og auðvitað þurfti náttúrulega að gera eitthvað með þetta og það var náttúrulega auðvitað leyst með því að fá yfirdráttarheimild til þess að ná því máli. En þetta er nú bara þannig að eftirlitsnefnd sveitarfélaga er náttúrulega ákveðin stofnun sem að fylgist með sveitarfélagum. Nú erum við komin í það, þrátt fyrir það að skuldahlutfallið sé ekki komið neitt upp í það 150% eins og ef maður fer yfir það þá er maður í vondum málum, virkilega vondum málum. Við erum ekki alveg komið þangað, við erum svolítið í land. En aftur á móti það hallarekstur í 3 ár, það er líka sem að þeir taka á. Þá fara þeir eitthvað að skoða málin betur, sem er ekki gott. En auðvitað náttúrulega samkvæmt fjárhagsáætlun í ár þá náttúrulega er reiknað með hallarekstri en plúsum í næstu ár eftir það 24, 25 og 26 og auðvitað vonum við að framtíðin verði björt. En það er kannski svona meira annara heldur en okkar hér. Við náttúrulega erum bara að samþykja fortíðina en auðvitað er einhver aðri sem taka við framtíðinni hvernig eigi að taka á þessum málum og leysa úr þessu. Og við vonumst til þess að það verði bara gott fólk og auðvitað munum við ekki hafa hinn ágæta bæjarstjóra okkar lengur sem hefur nú bjargað ýmsu hér í gegnum árin þessi sem hann hefur verið. Þannig að það verður einhver nýr bæjarstjóri sem að líka kemur til með að vinna með nýri bæjarstjórn
En þetta var nú svona bara þessi sömu gömlu varnaðarorð sem að ég hef stundum verið að leggja. Þetta svolítið dapurt, en það víst eitthvað afskaplega lítið við þess að gera. Takk. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Björn, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Sá ársreikningur sem nú liggur fyrir svo sannlega ekki neinn skemmtileg lesning. Það er mikill halli á rekstrinum, fjármagnsgjöld og afborgun lána eru farin að taka verulega í og ljóst að það verður krefjandi verkefni fyrir næstu bæjarstjórn að snúa rekstrinu við og koma honum á réttan kjöl. Og það verður ærið verkefni og þessum Áshildur kom nú inn á áðan varðandi ráðningabanni sem var nú sett í bæjarráð til þess að reyna að spara á og hagræða. Það við sem nú kannski komum fyrir vind þar út af því að COVID sé á undanhaldi. Þá ristir þetta nú dálítið mikið dýpra heldur en bara COVID held ég og það er ekki meiri það sem þarf að laga og þetta er ekkert komið í lag þó COVID sé ekki lengur til staðar. Og ég á ekki vona öðru en að það þurfa að bara halda vel úr spaðana og örugglega halda þessu inni áfram því að það þarf áfram að fjármagna hér reksturum með lántökum allavega á þessu ári og líklega eitthvað á því næsta, því miður. En ég ætla nú ekki að vera með eitt langorður þetta og ég ætla að leggja fram bókun D-listans sem að ég sendi þér þá bara eftir, Ásgeir. Ég ætla að lesa hana hér. Þegar skoðaður er ársreikningur síðast árs, liggur það fyrir að grípa þar til verulegra aðgerða til að hallarekstur sveitarfélagsins, til að rétta af hallarekstur sveitarfélagsins og koma rekstrinum á réttan kjöl. Það vekur athygli að þráttur að tekjur sveitarfélagsins séu 17 milljónum hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun, fari rekstrargjöldin 25 milljónum fram úr áætlun. Það er aukið rekstrarkostnaður og hækkandi afborganir lána sem að miklu leyti skýra þann mikla hallarekstur sem við okkur blasir. Laun sem hlutfall af rekstrarkostnaði eru 62%. Þetta hlutfall er allt of hátt og þarf að ná niður. Halli á rekstri sveitarfélagsins er 236 milljónir árið 2021 og ný lán voru 200 milljónir. Fjármagnsgjöld síðast árs voru 76 milljónir og afborganir lána eru komnar yfir 90 milljónir á ári og þetta farið að vega þungt í rekstri sveitarfélagsins. Reksturinn hefur því verið fjármagnað með lántökum og verður það áfram á þessu ári. Velta þarf við öllum steinum í rekstrinum og til að sjá hvar hægt verður að hagræða og gera betur, auk sem leita þar leiða til að auka tekjur. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Björn. Birgir, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég langar að leggja hér fram bókun frá E-listanum. En áður en ég geri það, þá kannski vert að minnast á það að jafnvægisreglan var tekin úr sambandi í ljósi aðstæðna, COVID-aðstæðna, og því er verulega langt í efri mörk þess 200% skuldahlutfalli sem hefur verið 150%. En að bókuninni í 3. lið fundargerðar, nú liggur fyrir ársreikningur 2021 og gefur hann glögga mynd af góðum árangri á erfiðum tímum. Þrátt fyrir afar krefjandi ytri aðstæður hefur okkur tekist með ómetanlegra aðstoð starfsmanna sveitarfélagsins að snúa vörn í sókn. Nú þegar má sjá mikil batamerki á rekstrinum frá síðasta ári, þar sem rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir batnar umtalsvert og er nú aðeins 53 milljónir króna halli. Gert er ráð fyrir að þessi halli snúist í rekstrarafgang á þessu ári og staðan nú undir mitt ár 2022 gefur ástæðu til að ætla að þar áætlunin gangi eftir. Lykiltölur vegna skuldbindinga sveitarfélagsins eru vel viðunandi, þar sem skuldahlutfall er aðeins 83% og skuldaviðmið 117%. Hvort tveggja vel viðráðanlegt. Benda má á í því samhengi að gatnagerð hins nýja miðbæjarsvæðis var framkvæmd án lántöku. Þrátt fyrir fullyrðingar annað eru skuldir sveitarfélagsins aðeins tæpar 800 milljónir króna.
og núvirtar leiguskuldbindingar vegna álfagerðis 260 milljónir sem allt saman vel viðráðanlegt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Birgir. Ásgeir, þú beðum orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég hygg að þetta sé í 10. skipti sem að ég fylgi ársreikningi úr hlaði. Vissulega fyrsta árið hafði ég lítið með reksturinn að gera því ég byrjaði svo seint á árinu og þar á undan. En ég held ég fari nokkurn veginn rétt með og að það sé tiltölulega rétt munað þegar ég rifja það hér upp að nánast í öll skiptin sem að ég hef komið hér í pontu á þessum vettfangi undir þessum lið, þessi ár sem liðin eru, þá hef ég einmitt rætt sérstaklega hversu viðkvæmur rekstur þessa sveitafélags er. Ég vil líka vekja athygli á því að allt fram til ársins 2019 þá vorum við þrátt fyrir það hversu reksturinn er viðkvæmur réttum megin við strikið. Það fer síðan að síga ógjafi hliðina 2020 og aftur 2021 og það eru eins og við höfum svo sem áður á þessum vettvangi margvíslegar ástæður fyrir því og kannski hægt að kalla það samverkandi þætti. Ég rifja það líka upp að sumt af því sem við erum að fást við getum við ráði við með því að grípa til ráðstafana eins og hér var lýst áðan. En síðan eru aðrir þættir sem við ráðum bara einfaldlega ekki við. Og þegar að afkoman er lág eða í litlu hlutfalli við rekstrarumfangið, þá megum við sem sagt lítið við frávikum. Og ég rifja það upp, ef ég man rétt árið 2020 þá fengum við auka útgjöld umfram áætlun innan félagsþjónustar upp á einhverja 30 milljónir. Og það er bara umhugsunarvert þegar við hugsum það að rekstrarafgangur á árið þar árin á undan voru kannski þetta 20, 30 og 40 milljónir ári. Þannig að það er fljótt að snúast og það er bara mjög mikilvægt að hafa þetta í huga. Hér hefur verið nefnt að þetta sé nú verkefni næstu bæjarstjórnar og sannarlega er það. En ég vek þá athygli okkar allra á því að það er í gildi áætlun fyrir þetta ár og næstu 3 ár þar á eftir. Það sem að samhljóða niðurstaða varð í bæjaráði og bæjarstjórnum að leggja hana fram með þeim hætti sem hún var lögð fram og þar er sannarlega viðsnúningur og það kemur fram í bókun hér við fyrri umræðu að það þurfi ennum sinn að fjármagna taprekstur með lántöku á þessu ári en eftir það og þegar á þessu ári hins vegar mun veltu frá vextri verða jákvætt í fyrsta skipti í 2 ár. Og það eru svona dæmi eða það eru svona vísbendingar viðsnúning. Ég vil líka minna á það og halda því til haga að núna eru að fara í gang framkvæmdir hér á að minnstakosti 2 byggingarlóðum, annars vegar 64 fjölbýlishúsa íbúðum og hins vegar 2 iðnaðarlóðum á svæði sem að gatnagerð er lokið á og við höfum þegar fjármagnað en við munum ætla að sé ekki losa 100 milljónir í gatnagerðargjöld af þessum 2 framkvæmdum sem kemur þá bara beint til þess að hafa áhrif á sjóðstreymið og auðvitað skiptir þetta máli líka þegar er að ræða svona þunna línu eins og ég er búin að vera að lýsa hérna. Þannig að ég held að það sé líka mikilvægt að minnast á það að það sem að ráðist hefur verið í hér og er að spyrja skila árangri, það hefur ekkert verið alveg sársaukalaust. Ég meina það er megin uppistaða í útgjöldum sveitafélaga eru laun og launatind gjöld og eðli málsins samkvæmt að allar þær ráðstafanir sem teknar eru til á þeim vettvangi kemur við kaunin á mannfólkinu, á starfsfólkinu okkar og það hefur það má ekki gleyma því að þetta hefur ekkit verið neitt dans á rósum bæði fyrir þá sem í hlut hafa átt og þær afleiðingar sem að í raun og veru
það hefur haft, ég segi ekki kannski beint á þjónustuna, en auðvitað bara hefur þetta sín áhrif þegar að starfsfólk á í hlut. Og ástæðan fyrir því nefni þetta er svo að það er mikilvægt fyrir kjörna fulltrúa og framkvæmdastjóra að halda uppi jákvæðri umræðu starfsemina, og það má ekki gleyma því að það starfsfólk sem hér hefur starfað sumt hvert til margra ára hefur lagt á sig ómælda vinnu og lagt mikið á sig til þess að sjá til þess að þjónustan geti þá verið veitt eins og til er ætlast, oft undir mjög krefjandi og erfiðum aðstæðum. Og við þekkjum það líka að langtíma veikindi á þessum erfiðu tímum hafa verið meira heldur en við eigum að venjast, og enn á ný þegar að línan er þunn og rekstrarafgangur lítill eða neikvæður, þá megum við bara mjög lítið við áföllum. Þannig að mikilvægt er, og ég ætla að enda þessa tölu mín á því, að hvetja okkur öll til þess að tala nú ekki þennan rekstur eða þennan fjárhag niður, heldur þvert á móti og horfa til þess að það eru bjartari tímar framundan og viðsnúningurinn er farin að skila sér og hann er merkjanlegur og hann er sannarlega í spilunum ef allt gengur eftir samkvæmt þeim áætlunum sem við höfum þegar samþykkt hér fyrir næstu ár. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásgeir. Jón Geir, þú er beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta bæjarstjórn, Ásgeir bæjarstjóri, kærar þakkir fyrir þessa brýningu sem að við könnumst nú við þessa þunnu línu, það sem að ekkert megi út að bregða. Ég hef búin að heyra hana nokkru einasta ári held ég síðan að ég byrjaði hérna, því að þetta hefur verið svona, þetta hefur alltaf verið jákvætt hérna til að byrja með, en hefur vissu hérna aðeins brugðist hérna síðustu 3 árin. Þetta er bara viðkvæmt, þetta er mjög lítið. Við erum kannski svona rosalega lítil. En auðvitað erum við að stækka, en auðvitað fylgir stækkun ákveðinni vaxtaverkir. Það sem að ég ætlaði nú eiginlega að senda hérna inn og myndist nú ekki á áðan, það var svona þetta sem að inntak í því sem að ég var að segja hérna áðan, sem að ég vildi að væri bóka við þennan lið, því að það virðist einhvern veginn vera þannig að þó að við séum konið með þetta ágæta hérna útsendingakerfi, þá er einhverju sem að lesa fundagerðir og það sem ekki er bókað, það virðist illa hafa verið sagt. Þannig að ég er búin að senda Ásgeiri bókun sem að hljóða svo ég lesi þetta nú upp fyrir alla aðila hér. Þegar ársreikningur Sveitarfélagsins Voga er skoðaður er ljóst að veltufé Sveitarfélagsins hefur verið neikvætt annað ár í röð og því ekki rými til fjárfestinga án lántaka. Þetta þrátt fyrir að heildartekjur á útsvari og fasteignagjöldum, ásamt framlagi jöfnunarsjóðs og öðrum tekjum hafi aukist til 17%. Launakostnaður sveitarfélaganna jókst um 9%, en var samt 62% tekjum sem er hátt hlutfall í samanburði við önnur sveitarfélög. Ég vek athygli á því að það kom ákveðin skýring hérna sem að ég meðtek alveg. Þannig að við skulum bara vona það að þetta launarhlutfall af tekjum það muni lækka. Svo held ég áfram hérna, afborganir af vexti af lánum hafa farið hækkandi í takt við auknar lántökur sem bæði hafa verið nýttar til greiðslu halla og til þeirra fjárfestinga sem farið hefur í. Handbært fé var þrátt fyrir lántökur árinu í lágmarki áramót og því þörf á meiri lántökur til að halda reksturinn gangandi. Þetta sagði ég svona nokkurn veginn í því sem ég var að segja á það. Skuldahluta sveitarfélaganna hefur farið hækkandi, það er óumdeilt þó að það sé ekki komið alveg upp í toppinn og neitt svoleiðis. Þótt það sé enn undir þeim mörkum sem eftirlitsnefnd sveitarfélag telur ásættanlegt. Ég er nokkuð viss um að þessa 200% það verði lækkaðar aftur. COVID er búið. En við hallarekstur í 3 ára röð verða gerðar einhver athugasemdir á nefndinni. Það er það sem ég er að vekja athygli á. Vegna þess að þeir tala alltaf 3 ára hallarekstur. Það vill nefnilega þannig til að einhverju hluta vegna þá hafa sveitarfélögin í kringum okkur, hérna á Nesinu, á Reykjanesinu, verið rekin jákvætt síðust ár. Framtíð fjármála Sveitarfélagsins Voga er óljós, það er nú bara í takt við þetta sem er verið að tala um, að munurinn sé svo lítill, þótt gert sér ráð fyrir viðsnúningi í rekstri á komandi árum.
og svo kem ég nú bara með þessi orð hérna, að það sé krefjandi verkefni nýra bæjarfulltrúa að snúa þessu jákvæða braut á komandi árum. Þetta þrátt fyrir þessa áætlun sem hér er. Mér sýnist að þessi lykiltölur og fjárhagsáætlanir 2022 sem að ég hef hérna undir höndum sem að er talað þá sé reikna með að rekstrarniðurstaða verði neikvæð bæði á árinu 22 og 23 með að þær áætlanir sem að fylgdu með ársreikningum. Síðan verði einhver viðsnúning 24 og 25 og þetta vonum við hér besta að það verði svo. En aftur á móti þá sé uppsöfnu fjárþörf orðin hérna í árinu 25, hún verði orðin fjárþörf næstu 1,5 milljarður. Þetta er í gögnum sem við erum með. Og það var nú bara þetta sem ég vildi svona árétta, að þetta væri bóka það sem ég var að segja hérna áðan. Þess vegna sendi ég þetta inn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Nú, orðið er enn laust. Enginn séu takið til máls, þá legg ég ársreikning sveitarfélagsins Voga 2021 fram til samþykktar. Þeir sem samþykja hann vinsilega skefur merki, hann er samþykktur samhljóða. Nú, fjórða mál á dagskrá er kosningi nefndur og ráð. Áður en ég tel upp þessar tilnefningar, þá hefur Inga Rut óskað eftir orðinu, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég er vanhæf í þessu mál þar sem ég er eitthvað til umræðu þarna, þannig að ég mun ekki taka þátt í afgreiðslunni á þessu máli. Takk. Já, takk fyrir það. Það byrði að ritara að bóka það. Nú, lögðu fram tillaga. Þetta snýst kosning 2 aðalmanna og 3 varamanna í kjörstjórn sveitarfélagsins. Og lögðu fram tillaga að eftirtaldir einstaklingar verði kjörnir eða verði í kjörstjórn sveitarfélagsins. Sverrir Þór Kristjánsson, Lyngdal 10 aðalmaður, Svanhildur Kristinsdóttir, Lyngdal 1 aðalmaður, Inga Rut Hlöðversdóttir, Fagradal 9 varamaður, Elsa Lára Arnardóttir, Vogagerði 12 varamaður og Freydís Jónsdóttir, Lyngdal 9 varamaður. Úr kjörstjórn ganga Hilmar Egill Sveinbjörnsson aðalmaður, Jón Ingi Baldvinsson aðalmaður, Svanborg Svansdóttir varamaður, Oktavía Ragnarsdóttir varamaður og Sigríður Baldsdóttir varamaður. Þórdís Símonardóttir situr áfram sem aðalmaður í kjörstjórn. Eitthvað sem við tjá sig þetta, svo er ekki, þá legg ég þetta fram til samþykktar. Þeir sem samþykja þetta laga vinsamlega skefur merki. Og þetta er samþykkt með 6 atkvæðum fyrirgefðu. Inga Rut Hlöðversdóttir situr hjá. Nú, áður en ég slít fundi þá ætla ég að gefa bæjarstjóra orðið. Og Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú þegar við sitjum þennan síðasta fund bæjarstjórnar á kjörtímabilinu og ég sitt jafnframt minn síðasta fund sem bæjarstjóri, þá finnst mér við hæfi að líta um öxl og horfa yfir farin veg. Ég var ráðinn hérna til starfa á haustmánuðum 2011 og hóf formlega störf þann 15. desember það ár. Þetta eru því rétt 10,5 ár sem ég siti í stóli bæjarstjóra. Ég satt minn fyrsta bæjarstjórnarfund í desember 2011 sem var 69. fundur bæjarstjórnar. Frá því þá og þar til nú hafa verið haldnir 125 fundir í bæjarstjórn. Mig hefur vantað á 10 á þessum fundum. Þannig að ég er ekki jafn iðinn við kolan eins og virðulegu bæjarfulltrúi Jón Geir Hlínarsson sem hefur sitið 95 fundi í röð. En ég sit þess vegna minn 115. bæjarstjórnarfund í dag. Á þessum 115 fundum hafa alls 26 bæjarfulltrúar sitið fundina, ýmist sem aðallega varamenn í bæjarstjórn hverju sinni.
Af þessum hóp hef ég sitað flesta fundi með núverandi forseta bæjarstjórnar, Ingþóri Guðmundsssyni, eða samtals 109 fundi. Mín gæfa í þessu starfi er að vinna með góðu samstarfsfólki. Þar gildir einu hvort að ræða kjörna fulltrúa, nefndarfólk, starfsfólk sveitarfélagsins, samstarfsaðila og síðast en ekki síst hafa samskiptum við íbúa sveitarfélagsins verið bæði fjölbreytt og gefandi. Það hefur verið ánægilegt að vera hluti af starfsemi sveitarfélagsins, það sem að mörgu er að hyggja. Mikilvægast af öllu er að sveitarfélagið veiti íbúum sínum góða þjónustu. Með það að markmiði að gera samfélagið hér gott til að búa og starfa í. Mér hefur þótt alveg sérstaklega vænt það hversu farsælt samstarfi mitt við kjörna fulltrúa hefur verið allan þann tíma sem ég hef sinnt starfi bæjarstjóra. Og það má einu gilda hvort hafi verið að ræða fulltrúa í meiri eða minni hluta, en ég hef átt í láni að fagna eiga gott samstarf við ykkur öll. Sveitarstjórnarstigið hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og ég vil leyfa mér að segja að það hafi jafnframt tekið miklum framförum. Stöðugt eru gerðar ríkari kröfur til stjórnsýslunar og verkefnum fer fjölgandi. Lagaumhverfi verður sífellt flóknara og umfangsmeira og því mikilvægt fyrir starfsfólk og stjórnendur sveitarfélagsins að vera meðvitað ákvæði sveitarstjórnarlaga, stjórnsýslulaga, upplýsingalaga, skipulagslaga, lögum opinbera starfsmenn og svo mætti lengi áfram telja. Verkefnin eru fjölbreytt og krefjast mikillar þekkingar svo vel sé að þeim staðið. Að vera bæjarstjóri eða framkvæmdastjóri sveitarfélags er með fjölbreyttari störfum sem til eru, ímynda ég mér. Bæjarstjórunum er í raun ekkert óviðkomandi þegar að kemur að starfsemi sveitarfélagsins. Í eðli sínu eru snertiflitirnir margvíslegir og af ýmsum toga. Sem dæmi fjölbreytileikann get ég upplýst að ég satt eitt sinni sitt hvort fundin með klukkutíma millibili, annað var flókna fjármálagjörninga í tengslum við ávöxtun fjár og hinn beiðni tveggja einstaklinga sem vildu hefja æðavarp á Vatnsleysuströnd. Verkefnin eru ótal mörg og afar fjölbreytt og spannar nánast allt litróf mannlegs samfélags og rekstrarstjórnunar. Hér á þessum 193. fundi bæjarstjórnar hafa þeir 7 bæjarfulltrúar sem þennan fund sitja samtals sitið 634 fundi í bæjarstjórn. Það 92 fundir að meðaltali á mann. Það því ljóst að sú bæjarstjórn sem nú situr hefur á að skipa afar reynslumiklu og hæfum einstaklingum sem ánægilegt hefur verið að vinna með og fyrir það vil ég þakka á þessum tímamótum. Ég hef átt í láni að fagna að vera tvívegis endurráðin eftir ég kom hér fyrst í starfa. Jafnframt þykir mér afar vænt að í öll 3 skiptin sem greitt hafa verið atkvæði ráðningu mína hefur ríkt samstaða þær ákvarðanir með öllum greittum atkvæðum í bæjarstjórn. Það ekki sjálfgefið að svo sé en jafnframt dýrmætt fyrir mig. Nú að lokum þá þakka ég ykkur öllum sem hér eruð, sem og starfsfólki sveitarfélagsins, samstarfsaðilum og íbúum öllum fyrir ánægilegt samstarf þessi rúmu 10 ár og óska ég leið sveitarfélaginu Vogum velfarnaðar í framtíðinni. Takk fyrir þetta, Ásgeir. Nú, ég ætla þá bara að slíta fundi en áður en að ég geri það þá langar mig að lesa upp smávegis hérna til bæjarfulltrúa. Þar sem þetta síðasti fundur bæjarstjórnar þá vil ég þakka þeim bæjarfulltrúum sem setið hafa í bæjarstjórnar þessu kjörtímabili innilega fyrir samstarfið. Sumir eru að hverfa til annarra starfa og vil ég óska þeim velfarnaðar í framtíðinni. Aðrir halda hér áfram. Það búið að vera mjög góð samstaða
og gott samstarf í einum ýmsu málum í bæjarstjórn. Ég vil þakka fyrir það. Það er ekkert alveg sjálfgefið í bæjarstjórn víða. Það er mjög sjaldan, eða ég bara verð að segja að ég man ekki eftir því að það hafi verið rifist og öskrað hér úr þessum ræðustól síðastliðin 8 ár. Ég vil þakka kærlega fyrir það. Ég vil þakka Ásgeiri fyrir samstarfið, en ég segi þessu fundi slitið. Hvernig ég bara rauða?